Komið þið sæl. Við ætlum þá að líta á athyglisvert þema í hróksendatafli. Hróksendatöfl hafa reynst mörgum skákmönnum erfið í gegnum tíðina. Oft er talað að jafnteflislíkur í hróksendatöflum séu miklar og menn hafa orðað það þannig að öll hróksendatöfl séu jafntefli, sem er nú hálfgert grín en lýsir þessu nokkuð vel hvað er erfitt að vinna hróksendatöfl. Einn skákmaður komst þannig á orði að ef hann fengi upp unnið hróksendatafl þá myndi hann missa það niður í jafntefli, og ef hann fengi upp hróksendatafl sem væri í jafntefli þá myndi hann tapa því, sem er dálítið skemmtileg lýsing á þessu. En hróksendatafli sem eru með fyrir framan okkur hér er úr skák sem hann teldi árið 1988, og hér er eftir stórmeistararnir Paul Montwani frá Skotlandi og Julio Granda-Zuniga frá Perú. Granda-Zuniga sem var með svart hérna er með 2700 skákstig í dag, gríðarlega öflugur stórmeistari, og hann var að leika hér síðast hróku B3 sem setur á B4 peðið, sem að lítur ekki út fyrir að hvítur geti bjargað, og nái svartur að hirða peðið á B4 er með 2 samsta frípeðir hróksendataflinu sem ætti að vinna mjög auðveldlega. Hvítur skákaði hérna H6 og svarti kóngurinn fór á C7, og nú virðist ekki vera neinn vörn fyrir hvítan. Skáki hann aftur á H7 fyrir kóngurinn á B6 í gott skjól og svartur hirði peðið á eftir, og leiki hvítur kóngur C5 sem að liggur svona beint við, hóta C6 peðinu og valda B4 peðið. Þá kemur hrókur C3 skák, kóngurinn verður að fara tilbaka á D4 og þá hrókur C4 skák sem að vinna peðið á B4. Þannig að staða hvíts virðist vera vonlaus, en í þessari stöðu þá lék hann leik sem að við fyrstu sín lítur út fyrir að lélegasti leikurinn í stöðunni sem að bjarga skákinni í jafntefli, hrókur H4, og svartur tók á B4 og þá kom kóngur C5 hjá hvítum, og hér sömdu keppendurinn í jafntefli vegna þess að ef að svartur hirði hrókin á H4 er hvítur bara einfaldlega patt. Taki svartur ekki hrókin á H4 heldur leiki til dæmis hrókur Bjarni 1 til að taka eitthvað dæmi, þá getur komið hrókur H7 skák, kóngur verður að fara upp 8. reitaröð annarkvort á C8 eða á B8, og þá getur hvítur annarkvort tekið peðið á C6 eða leiki kóngur B6 sem að hóta skák hér og máti hér, og svartur sleppur ekki út úr þessu. Taki hvítur líka peðið á C6 nær hann frekar auðvelda að hirða BP svarts á eftir, þannig að þetta er jafntefli. Þetta er mjög athyglisvert þema, og sérstaklega þetta patt þema hérna með hrókur H4 og kóngurinn er patt hérna á C5, og svona þemu eða munstur eins og þetta stundum kallað eða pattern á ensku er mjög verðmæt þekking. Svona munstur geta komið fyrir líka í miðtöflum eða í byrjunum. Við þekkjum svona svipað munstur eins og mát upp í borði eða kæfingamát eða eitthvað þvíumlegt, og ef maður leggur á sig að læra þessi munstur þá þekkir maður þau leið þau koma upp í tefldum skákum. Ef maður þekkir ekki þessi munstur þá er miklu ólíklegra að maður finni bestu leikina þegar það kemur upp í tefldum skákum, og ég ætla að sýna ykkur dæmi um það hvað getur verið mikilvægt og verðmætt að þekkja þessi munstur. Þannig að við ætlum að fara í aðra skák sem er þessi hér, og þetta er skák frá árinu 2001, og hér eigast við 2 af bestu skákmönnum heims á þeim tíma. Alexei Sirov er með hvítt, hann með 2722 skákstig þegar þessi skák var teld, og Alexander Morozevich, sterkur rússneskur stórmeistari, með 2750 skákstig þegar þessi skák var teld. Þetta eru 2 af bestu skákmönnum heims. Hvítur var enda við að leika kóngur B2 og svartur á leik hér, og hér gerði svartur afdrifarík mistök. Hann leik kóngur B4 sem gaf hvítum tækifæri á að skáka hérna á B6 sem rekur kónginn í burtu frá B-peðinu, svo hirti hvítur peðið hérna H6 og vann svo hróksendataflið frekar örugglega. En ef við förum tilbaka þá átti svartur hérna ótrúlega björgun, gat bjarga skákinn í jafntefli ef hann hefði fundið þennan leik hér hrókudrepur H5 sem byggir á sömu hugmyndu og vorum að skoða, sama þema. Ef hvítur skákar á A5 þá fer svartur kóngurinn á B4 og drepur hvítur á H5 þá er svartur patt, mjög svipað áðan. Þannig eftir hrókudrepur H5 þá er skákinn bara jafntefli, og þetta eru muniði bestu skákmenn heims sem er að tefla þessu skák. Og þá ætlum við að kíkja á aðra skák sem var teld tæpum 10 árum seinna, og hún er teld
í Hollandi árið 2010 og hér eigast við tveir hollenskir skákmenn og það er mjög athyglisvert að sá sem er með hvítt í þessari skák, hann er stigalaus. Sá sem er með svart er með 2200 stig. Og svarti var að enda við að leika hróknum sínum að H4 og hótar peðinu að H5 og hvítur virðist ekki geta valda þetta peð og mjög svipað og í fyrsta dæmin okkar nái svartur að hirða peðið þá var hann með 2 samstæð frípeðir hróksaðantablinu og ætti að vinna það frekar þægilega. Þannig að hvítur lék eðlilegasta leiknum, hann skákaði á A7, svarti kóngurinn fór á G8 og núna myndi maður vilja leika kóngur G6 sem hótar auðvitað máti á A8 en hér á svartur sömu leið og í fyrsta dæminu hrókur G4 skák, kóngurinn var að fara tilbaka og þá hrókur G5 og hirði peðið og vinnur endatablið. En eftir hrókur A7 skák hjá hvítum og kóngur G8 þá fann hvítur þennan skemmtilega björgunarleik hrókur A5. Svartur tók á H5 og hvítur leik kóngur G6. Svartur tók á A5 og hvítur patt og jafntefli niðurstaðan. Og það er merkilegt að stigalaus hollenskur skákmaður finni þessa skemmtilegu björgunarleið en tveir af bestu skákmönnum heims sjá hana ekki. Og þetta segir okkur það að ef maður er alveg saman hvað maður er sterkur skákmaður, ef maður lærir þessi munstur þá koma það til með að nýtast manni í endatöflum. Það er eitt sem ég ætla að bæta við eftir hrókur A5 kóngur G6, hérna hrókur bara H5 kóngur G6, ef að svartur reynir að tefla til vinnings, til dæmis með hrókur G5 skák þá getur hvítur bara drepið og hér það hvítur bara að halda andspæninu og vera fyrir framan peðið og heldur jafntefli auðveldlega. Þannig að það voru engir aðrir möguleika fyrir svartan í þessu. Þannig að þetta var athyglisvert þema eða munstur í hróksaðantabli sem að vert er að læra. Takk fyrir þetta.